Komið sæl. Verið öll hjartanlega velkomin hingað í loftsalinn í kvöld. Það er mér ánægja að kynna Björgvin Snorrason aftur til leiks. Fyrir þau ykkar sem ekki hafi verið hér áður, að þá er Björgvin guðfræðingur og kirkjusagnfræðingur, doktor í því fagi og hefur haldið fyrirlestra málefni og efni sem eru tengd Biblíunni árum saman, bæði hérlendis og erlendis. Og í kvöld þá ætlar Björgvin að fara yfir áreiðanleika Biblíunnar og hann mun skoða með okkur spádóma í Gamla testamentinu sem varða fyrri komu Jesú Krists og út frá þeim skoða þetta efni áreiðanleikan. Björgvin, gjörðu svo vel. Komið öll blessuð og sæl og takk fyrir síðast. Ég veit ekki hvort þú fengið það með þér, en við erum víst komin áfram í umspil ef þú hefur áhuga fyrir fótbolta. Segi þetta bara svona til gamans því að ég gat ekki hort á seinni hlutan af leiknum við Norðmennina. Það verður hækkað þarna aftar. Er þetta skárra núna? Nei, það má hækka ennþá meira. Er þetta orðið sæmilegt eða? Ég skal reyna að brýna raustina líka og hérna gætum við losna við ljósin hérna fyrir ofan mig. Þá kemur myndin svona örlítið betur út. Takk fyrir. En efni okkar í kvöld er áreiðanleiki Biblíunnar og það verður að segjast eins og að ég held að það sé engin bók í þessum heimi sem hefur orðið fyrir jafnmiklum árásum og Biblían. En hún hefur staðið þetta allt af sér. Og þeir sem að gefa sér tíma til þess að lesa þessa góðu bók, þeir komast að raunum að hún er sjálfri sér samkvæm og hún flytur í raun og veru bara einn boðskap. Og boðskapurinn er sá að Jesús Kristur er hið svokallaða lamb Guðs sem að slátrað var til fyrirgefninga syndana, til fyrirgefningar misgjörðum okkar mannana. Og þess vegna segir Pétur í ræðu einni, skömmu eftir brottför Krists til himna, að það er ekki til neitt annað nafn sem menn kunna að nefna undir himninum sem getur fyrirgefið misgjörðir okkar mannana. Af þeirri einföldu ástæðu að hann greiddi alla skuldina og það hefur engin annar gert það. En við ætlum að byrja göngu okkar í kvöld á því að hlýða á orð Jesú við 2 af lærisveinum sínum á leið til Emmaus. Þeir hérna eru niðurdrepnir út af því að krossfesting hefur átt sér stað á föstudegi. 3 menn dóu og borgin var öll í uppnámi, sérstaklega vegna þess að Kristur var einn af þessum sem tekinn var af lífi. Og Jesús gengur fram á þá viljandi og spyr af hverju þeir séu svona sorgmæddir og þeir segja, ert þú sá eini í Jerúsalem sem ekki hefur heyrt hvað gerðist á föstudaginn? Og þá er það að Jesús fer yfir spádóma í Biblíunni sem fjalla hann. Og þið sjáu hérna að það stendur að hann hafi byrjað á Móse og farið líka í gegnum spámennina
og það sem kallað ritningarnar. Og þegar Jesús búinn að fara yfir þetta í stórum dráttum með þeim, þá allt í einu opnast hugur þeirra og þeir skilja betur að það sem gerðist helgina, það var allt sagt fyrir í Biblíunni. Jesús hitti líka lærisveina sína og segir við þá, friður sé með ykkur. Og síðan segir hann við þá, þessi merking orða minna sem ég talaði við ykkur meðan ég enn var meðal ykkar, að rætast ætti allt það sem mig ritað. Síðan fór hann yfir Mósebækurnar, spámennina og sálmana, sem hluti af ritunum eins og þau eru kölluð. Og þá það Jesú líkur þannig upp huga þeirra að þeir skildu ritningarnar og skildu að það sem gerðist, það hafði allt verið spáð fyrirfram. Og við ætlum að byrja á Mósebókinni, 3. kaflanum hérna og 15. versi. Og þetta fyrsti spádómurinn að Jesús muni koma sem skráður í Biblíunni. Og það Guð, ef ekki Jesús sjálfur, sem segir við Satan, fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, milli þíns sæðis, það að segja afkomenda þinna, og hennar sæðis eða niðja eða afkomenda. Og ég hef leyft mér að setja hérna inn stóra bókstafi vegna þess að þetta eiginlega sérnafn á Jesú Kristi í spádómum Gamla testamentisins. Og Páll talar það sem við munum sjá síðar meir. Og þá komum við að sáttmála Guðs við Abraham. Og Abraham þess fullviss þegar að Guð kemur hérna til hans í 15. kaflanum að hann muni ekki eignast son. Kona hans hefur verið óbyrja og það hefur ekki tekist að eignast afkomenda og hann svolítið niðurdreginn út af þessu. Og þá það að Guð kemur til hans og segir við hann, viltu nú ekki bara skreppa út Abraham og horfa upp til himins og ef þú getur þá skaltu telja stjörnurnar. Og þá það að Guð segir við Abraham, og það gríðarlega erfitt að þýða þetta vers á góða íslensku, vegna þess að nafnorðið hérna niðji í eintölu. Og orðið hér á undan, fjöldi eða margir, það í fleirtölu. Þannig að það gríðarlega erfitt að finna rétta sögn til að tengja þessi tvö orð saman. Og ég hringdi í orðabók Háskólans í dag til að ná mér í visku og það gekk ekki eftir. En við getum þýtt versið þannig, án þess að skemma neitt að ég held, Guð segir við Abraham, slíkur fjöldi sem stjörnurnar mun niðji þinn verða. Og Abraham veit að Guð ekki að tala Ísak og afkomendur Ísaks, heldur afkomendan eða niðjan af ætt Abrahams, Ísaks og Jakobs sem Kristur. Og af því að Abraham trúir því að þessi niðji muni koma til fyrirgefningar syndana, þá það reiknað Abraham til réttlætis. Og mér langar til að skjóta því að hér bara svona til gamans og fróðleiks að enginn í Biblíunni kallaður réttlátur nema sá sem hefur trúað og tekið við fyrirgefningu Jesú Krists.
þetta orð er aldrei notað öðruvísi en þá sem hafa hlotið fyrirgefningu syndanna. Því að engin maður af sjálfum sér er réttlátur í Guðs augum, en við hreinsun fyrirgefningarinnar verður maðurinn réttlátur í augum Guðs. Og hér er það að Páll í Galdabréfi tekur þetta efni upp og segir: Nú voru fyrirheitin gefin Abraham, og takt eftir að hann segir og af kvæmi, mætti þýða með sæði eða niðja, og hans, það stendur ekki af kvæm eins og margir ættu í hlut, heldur afkvæmi, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Þannig að hér er spádómur það að Kristur muni koma til fyrirgefningar syndana. Þessu trúir Abraham og verður þess vegna réttlátur í augum Guðs, og afkomendur þessa niðja, Jesú Krist, þeir munu verða eins margir og stjörnur himinsins, það er að segja óteljandi. Og finnst mér það mikil huggun að Guð skuli líta þannig til okkar mannanna. Og þá er það að Kristur er í samtali við Nikodémus, og hann segir við Nikodémus, eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, það sé svolítið illa hérna, en hér er höggormurinn á stöng, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, það er að segja á krossi, til þess að gefa líf. Og svo kemur þetta undurfagra vers sem allir kunna utan að, því að svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og takt eftir versinu sem kemur á eftir: Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Þannig að eins og Guð segir á öðrum stað hjá spámönnum Gamla testamentisins: Ég hef enga gleði af dauða nokkurs manns. Og þá kemur hér enn eitt spádómur komu Jesú Krist. Og konungurinn í Ísrael, hann er svo hrokafullur að þegar Guð er búinn að segja við hann: Þú mátt velja þér hvaða tákn sem er upp á það að ég mun standa við það sem ég er að lofa þér. Og þá segir konungurinn: Ég vil ekkert vera að freista Guðs. Og þá segir Guð: Fyrir því, af því að þú vilt ekki velja það sjálfur, mun ég gefa ykkur tákn sjálfur. Ingi smær verður þunguð og fæðir son, og lætur hann heita Immanuel, sem þýðir Guð með oss. Og hér er spáð fyrir meyjarfæðinguna sem mikið er gert grín af. Og það er reynt að þýða þetta í mörgum biblíum þannig að ekki sé hér mey að ræða. En sá sem þekkir örlítið til Austurlanda veit að ung stúlka á tvítugsaldri sem ekki er mey, hún er ekki gjaldgeng til giftingar, ekki enn þann dag í dag. Þannig að ef það er ekki ennþá í dag gjaldgengt þarna á þessu svæði, menningarsvæði, þá var það enn síður á þessum tímum. Fyrirgefðu þó ég leyfi mér að segja að sem betur fyrr erum við nú ekki svona ströng í dag, en því að það er nú einu sinni þannig að þegar maður er táningur að þá ræður maður ekki við alla hormónuna sem að æða og hlutir geta gerst. Og Móselögin voru þannig að ef táningur, stelpa eða strákur og stelpa, gerðu það verkum að hún varð barnshafandi,
þá gátu þau valið hvort þau vildu eigast eða fara í sitthvor átt. Og það eina skilyrði sem hann varð að uppfylla var það að hann varð að sjá til þess að hún fengi góðan heimamund til þess að geta séð fyrir barni og sinni framtíð. Og hún var ekki útskúfuð úr þjóðfélaginu á svo lengi sem að Ísraelsmenn héldu þessi lög Guðs. En það var ekki þannig því að fagna hjá öðrum þjóðum, skal ég segja þér. Og hér kemur svo annars spádómur sem ekki síður fallegur úr sömu Jesaja bók. Því að barn oss fætt og sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla og nafn hans skal kallað undur, því að meyjarfæðingin var algjört undur. Það að María verður þunguð kraftaverk sem aldrei verður útskýrt af mönnum eins lengi og eilíðin til. Þetta eitthvað sem Guð einn gat og þú getur ekki tekið þetta kraftaverk og sett það í tilraunaglas og reynt að útskýra hvað gerðist. Þetta bara á færi Guðs að geta gert. Jesús verður síðan hinn frábærasti ráðgjafi sem hægt að hugsa sér. Ef þú lest fjallræði Jesú Krist, þá hún undurfögur ráðlegging það að við eigum að vera tillitssöm og umburðarlynd og fyrirgefandi gagnvart hvert öðru, að við eigum að sleppa því að skrökva hvert öðru, stela frá hvert öðru eða baktala hvert annað, og allar þannig ráðgjafir Jesú Krists, þær gulls í gildi. Hann líka nefndur máttugur Guð. Ég bætti litla þessum tveimur bókstöfum við almáttugur Guð, og það sem felst í þessu orði það að Guð sterkari en illskan. Hann mun gera upp illskuna lokum og útrýma illskunni af því að hann máttugur Guð og almáttugur í baráttu sinni við hið illa og illskuna. Jesús líka kallaður í þessum texta faðir eilífðarinnar, vegna þess að sá sem þiggur fyrirgefningu Jesú Krists, hann á hlutdeild í upprisunni til eilífs lífs og hann mun aldrei undir lok líða. Aldrei. En það Kristur sem faðir þessa möguleika vegna þess að hann einn fyrirgefning misgjörða. Og hann höfðingi friðarins vegna þess að á hans heilaga fjalli, í hans heilaga ríki, stelur enginn, lýgur enginn og drepur enginn. Allt þetta horfið og friðurinn tekinn við. Hér einn spádómur sem að allir Ísraelsmenn kunnu utanað, frá blautu barnsbeini. Þú Betlehem Efrata, og Betlehem þýðir hús brauðsins og Efrata þýðir frjósemi. Þótt þú sért ein minnst af héraðsborgum Júda, þá skal þó frá þér koma sá vera skal drottnari í Ísrael, og ætterni hans skal vera frá liðinni öld og frá fortíðardögum. Þetta auðvitað bara takmörkuð mannleg tjáning það að Kristur frá eilífð. Hvenær eilífðin byrjaði veit enginn maður,
Og í raun og veru segir ritningin að eilífðin hafði aldrei neitt upphaf. En þar þrýtur hugur okkar. Við ráðum ekki við svona hugsanir af því að við eigum okkar upphaf og við eigum okkar endi. En Kristur á sér ekkert upphaf og engan endi. Hann er frá eilífð til eilífðar. Hann er alltaf til. Og Betlehem verður fyrir valinu sem fæðingarstaður Jesú Krists af þeirri einföldu ástæðu að Ágústus keisari gaf út skipun að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina því að það vantaði pening í kassan hjá keisaranum í Róm. Og þá urðu þau að fara til borgar Davís því að þau voru bæði af ætt Davís til þess að skrásetja sig. Og hún er varla komin til borgarinnar þegar að fæðing fer í gang. Og þau finna stað í gripahúsi sem gæti hafa verið hellir því að menn notuðu hella á þeim tíma fyrir gripahús, en þar fæðist konungana, drottnana, skapari himins og jarðar, og vaggan hans er Jata. Það er með ólíkindum að alvitur, algóður og almáttugur himneskur faðir skyldi hafa leyft það að sonur hans fæddist þannig. En það hefur verið mörgum til blessunar sem að fæðst hafa í fátækt, að Guð man eftir þeim einnig sem fæðast í fátækt. Og þá er hérna skemmtilega sagan vitringana. Við segjum að þeir hafa verið 3 af því að þeir færðu Jesú Kristi 3 gjafir, en þeir hafa örugglega komið með fríðu föruneyti, örugglega verið hermenn sem fylgdu þeim líka, því að þeir fóru langan veg. Þeir koma frá Mesopotamíu, einhvers staðar frá bökkum Efrats árinnar, og þeir trúa því sem stendur hérna í Mósebókinni, að stjarna muni renna upp af Jakob og veldisbroti rísa af Ísrael. Og þessir vitringar, af því að þeir trúðu þessum spádómi og töldu sig sjá stjörnuna sem var lofað á himni, þá lögðu þeir stað til þess að hitta barnið. Og prófaðu bara andartak að setja þig inn í spor þeirra. Vellauðugir, því að gjafirnar eru gull, reykelsi og myrra. Alveg rándýrar gjafir. Myrran, hún hefur örugglega kostað árslaun hjá venjulegu fólki. Og þeir koma þarna með fríðu föruneyti, valdamiklir, og koma til Betlehem og sjá barnið liggjandi í jötu í gripahúsi, og þeir trúðu því að þetta væri sonur Guðs og fóru heim fagnandi yfir því að hafa fengið að sjá hann, og þeir trúðu því að hann var kominn til þess að verða borgun fyrir misgjörðir og fyrirgefning syndana. Vitið þið það að ég verð alltaf jafn undrandi þegar ég les trú þessara vitringa sem í augum gyðingana voru heiðingjar. En Guð á sér fólk út allar jarðir sem að þekkja hann og trúa orði hans, og það verður þeim til eilífs að lokum. Og hér er sorglegur spádómur skráður sem að rættist því miður. Því að þegar Kristur hafði fæðst og fregnin borist til eyrna Heródesar
að þá trúði hann því að einhverjum ástæðum að þetta væri verðandi konungur gyðinga. Og hann tók þá ákvörðun að drepa öll sveinbörn að 2 ára aldri. Og þess vegna er þessi spádómur jafn dramatískur og hann er. En Jesús segir börnin, þau tilheyra mér. Og þau munu þess vegna örugglega eiga sína upprisu í vændum og hverfa aftur í móðurfaðm þegar að upprisan hefur gengið garð. En sorgin, hún var svo nístandi fyrir mæðurnar að það var bara hreinlega ekki hægt að hugga þær. Og ég skil það vel. Ég hef ekki misst barn. En ég hef sem prestur þurft að jarðsyngja lítinn strák sem varð nokkra vikna. Það var ofboðslega erfitt. Ólýsanlega erfitt fyrir prestinn en enn verð fyrir foreldrana. En Jesús segir, börnin, þau tilheyra mér. Svo er hér skemmtilegur spádómur það að Guð muni kalla son sinn frá Egyptalandi. Því að Jósef fær þau skilaboð frá engli þegar Heródes fer í gang með drápinn á börnunum að hann skuli flýja til Egyptalands. Og hann gat nota gjafirnar sem vitringarnir komu með til þess að lifa af í Egyptalandi. Þaðan sneri hann svo heim aftur þegar Heródes var dáinn. Og þetta er svona málverk för þeirra til Egyptalands. Og hér er mjög fallegur spádómur það að Kristur verður viðskila við foreldra sinna á páskahátíð 12 ára gamall. Og þegar þau loksins finna hann eftir 3 daga leit, þá segir hann þessi orð við þau sem eru pínlítil áminning til þeirra. Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? Hann var kominn til þess að vera í húsi föður síns og flytja boðskap þess hús fyrirgefningu misgjörðanna. En fræðimennirnir, þeir eru mjög undrandi yfir því hversu fróður Jesús var í Biblíunni. Og ég hef nú leitt mér orðað þannig að það hefur örugglega verið móðurinni að þakka. Að hann verður snemma læs og hefur aðgang að ritningunni í samkunduhúsinu heima í Nasaret, þar sem að hann les hana og þeir eru svo hrifnir af honum, fræðimennir og farisæarnir, að þeir eru ákveðnir í því að ala hann upp hjá sér. En Jesús vissi betur. Hann vissi að þeir þekktu ritningarnar að hluta til en fóru ekki eftir neinu sem þar stóð, en dýrkuðu sínar eigin heimspeki og sínar eigin erfikenningar. Og hér er sagt að hann eigi að heita Nasarei. Það fylgdi Nasareunum sérstök heit og Amos segir okkur að hann sé þessi Nasarei með þetta sérstaka heiti þjónustu fyrir Guð. En Matteus hann túlkar það þannig að hann heiti Nasarei vegna þess að hann var alinn upp í borginni Nasaret. Þannig að Matteus leyfir sér að tengja saman bæði verkefni Nasareans og hvar Jesús er alinn upp. Þannig að bæði fæðingarstaðurinn og uppeldisborgin eru nefnd. Nú ætlum við að kíkja á einn kafla í Danielsbókinni, það er 9. kafli og nokkur vers þar. Vegna þess að þessi vers þau segja okkur að það séu 70 svokallar sjöundir
skornar af fyrir Jerúsalem. Við munum koma inn á það betur seinna. En þetta tímabil byrjar þegar að konungleg skipun endurreisn Jerúsalem gefin út eftir herleiðinguna til Babýlonar sem byrjaði hérna 605 og endaði 535. Og frá því að þessi skipun gengur út, þá munu líða 62 sjöundir, ég að hoppa yfir vers hérna, þá munu líða 7 sjöundir og 62 sjöundir þangað til að Messías kemur. Þannig að hér tímasett nákvæmlega upp á ár hvenær Jesús muni hefja starf sitt sem Messías. Og svo segir hér að eftir 62 sjöundirnar mun Messías vera tekinn af lífi og enginn stendur honum við hlið. Og hér enn fjallað Messías að hann muni staðfesta sáttmálan eina sjöund og miðja sjöundina mun hann afnema allt helgisiðalögmál gyðinganna, sláturfórn og matfórn og allt sem tilheyrir helgisiðalögmálinu. Hér svo vers sem spáir fyrir eyðingu Jerúsalem og endalok þjóðarinnar. En við ætlum að líta nánar á þetta. Sem sagt, 490 ár eru ætluð gyðingunum til þess að renna sitt skeið. Og þeir trúðu því náttúrulega ekki að þeim væru þessi takmörk sett, en svo fór sem fór. Og hér getum við séð þessar sjöundir. Ein sjöund er sama og 7 ár. Sjöund líka notað vikuna, 7 daga vikuna. Hálf sjöund þá 3,5 ár. Og 7 sjöundir þá 7 sinnum 7 49 og 62, 69 og 70 sjöundir. Þetta eru tímasetningar sem spádómurinn kemur með varðandi hvenær Kristur stígur fram, hvenær hann krossfestur og hvenær náðarár gyðinganna rennur út. Og hér fáum við útskýringu í Mósebókinni á því að það sé hægt að líta á dag í spádómum sem 1 ár. Ef við tökum hérna seinna versi, það aðeins skýrara. Þú skalt telja 7 hvíldardaga af árum. 7 ár 7 sinnum, svo að tími þeirra 7 hvíldardaga af árum verði 49 ár. Það að segja, í staðan fyrir að líta á daginn sem bókstaflegan, þá hann í spádómi túlkaður sem 1 ár. Og hjá Esekíel kemur þetta sama fyrir. Þegar þú hefur fullnað þessa daga, þá skaltu leggjast á hægri hlið hið annað sinn og bera misgjörð Júdahúss í 40 daga. Tel ég þér dag fyrir ár hvert. Og þannig getum við reiknað út spádómana, en hér segir að það muni koma konungleg tilskipun að endurreisa Jerúsalem eftir útlegðina í Babýlon í 70 ár. Og þegar að þessi tilskipun verður gefin út, þá munu þessi tímabil byrja sem við sáum áðan. Og hér getum við komist að raunum að frá því að þessi tilskipun endurreisn Jerúsalem útgekk til höfðingjans Messíasar eru 7 sjöundir og 62 sjöundir. Og þessi tilskipun, hún kemur 7. ríkisár Artaxerxes konungs og það árið 457. Sem sagt þetta ár útgangspunkturinn fyrir tímabilin sem nefnd voru áður
þangað til að Jesús kemur sem frelsari þessa heims. Og hér eru reyndar nokkra tilskipanir lagðar saman. Kýrus kemur með tilskipun árið 537 og Darius 519, en þær tvær eru teknar saman og gerðar að einni tilskipun hjá Artaxerxes, 7. ríkisár hans, sem 457. Þannig að reikningin mjög skýr með þetta allt saman. Ég ætla ekki að eyða miklum tíma í að útskýra valdatöku árið, en það ekki reiknað með því sem ríkisári. Þannig að hann verður konungur 464, en árið síðar, að því við förum aftur á bak, 463 sem sagt fyrsta ríkisár hans og 7. ríkisárið 457. Og tímatal Ptólemaíusar, sem var stjörnufræðingur, landfræðingur, heimspekingur, starffræðingur, ég veit ekki hvað, hans tímatal talið mjög áreiðanlegt. Það eru til egypskar heimildir sem hægt að bera saman við þetta ártal, sömuleiðis persneskar heimildir. Og hér sjáum við tímatal Ptólemaíusar og Artaxerxes, hann sem sagt konungur frá 64. Fyrsta ríkisár hans 63 og svo kemur 7. ríkisár hans 457. Þannig að þetta getur séð í, mér líka að segja hvaða mannkynssögubók sem Sem sagt, vit og hygg að frá tilskipun endurreisn í Jerúsalem útgekk til höfðingjans Messíasar 7 sjöundir og 62 sjöundir eða 483 ár. Og ef þú dregur þetta frá hvort öðru, að þá kemur til ársins 27 eftir Krist. Og Páll talar það að Jesús hafi komið í fyllingu tímans í Gálatabréfi. Hann endurtekur það í Efesusbréfi, en það skemmtilega að Jesús sjálfur, þegar hann byrjar að predika fagnaðarerindið, að þá segir hann, tíminn fullnaður. Guðs ríki í nánd, vegna þess að það eru bara 3,5 ár í krossdauða hans, en krossdauði Jesú Krist upphaf ríkis Guðs, náðaríkisins, sem að Guð hafði lofað, sem núna orðið að veruleika. Og þess vegna segir Jesús, gjörið iðrun og trúið fyrirgefningu syndana. Þannig að Guðs ríki sem að ég mun stofna með dauða mínum, það bara handan hæðarinnar. Og Jesús segir hérna, tíminn fullnaður, og menn eru sammála það að þessi tími sem að Jesús að vísa til, og Páll líka, það tíminn sem nefndur í Daníelsbókinni. Og hér sjáum við að Lúkas segir við okkur á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara, þegar að Pontius Pílatus var landstjóri í Júdeu en Heródes fjórðungstóri í Galileu, Filippus bróðir hans í Túreu og Trakónítis héraði og svo framvegis, og Annas æðstiprestur og Kæfas, að þá það að hérna Jesús kemur og hann skírður, freistaði í eyðimörk, viðstaddur brúðkaup og páskahátíð. Jesús þá 30 ára gamall. Og við sjáum hérna hvenær 15. ár Tíberíusar það árið 27. Og Ágústus, hann deyr í ágúst árið 14. En gyðingarnir byrja ekki sitt ár fyrir 1. október, svona cirka. Það heitir 1. Tisri mánuður, sem að gyðingarnir byrja að reikna sitt tímatal. Þannig að þegar Ágústus deyr, þá ennþá árið 13 hjá gyðingum, og það eru þeir sem að skrifa að mestu Nýja testamentið. Þannig að 15. ár samkvæmt gyðinglegu tímatali árið 27, og þá það að Jesús kemur til Jóhannesar til þess að taka skírn. Hér sjáum við þetta aftur,
Árið hjá Rómverjum frá janúar til janúar en hjá gyðingum frá hausti til haust, það að segja svona cirka 1. október. Og þess vegna deyr Ágústus samkvæmt tímatali gyðinga ekki árið 14 heldur árið 13 og 15. árið verður þessna árið 27 þegar Tíberíus keisari. Þannig að ritningin hún hefur séð rækilega fyrir því að staðfesta fyllingu tímans með þessari yfirlýsingu. Og Jesús kemur þá til Jórdan og þegar hann kemur upp úr vatninu eftir að Jóhannes búinn að skýra hann, þá opnast himinin og Guð segir, þetta sonurinn minn elskaði, og heilagur andi kemur yfir hann í enn stærri mæli en áður. Og það krýning Jesú Krists að heilagur andi kemur yfir hann í miklu meira mæli en hann hafði verið yfir honum áður. Og það smurning Jesú til þess embættis sem að hann kominn til þess að ljúka. Og Jóhannes vill nú svona reyna að koma í veg fyrir það að Jesús sé skýrður, því að Jóhannes finnst hann sjálfur vera svo óverðugur. Og ég get alveg skilið það út af fyrir sig. En Jesús segir við hann, Jóhannes, þú verður að skýra mig, vegna þess að ég kominn til þess að fullnægja öllu réttlæti. Jóhannes, ég kominn til þess að fullnægja öllum kröfum réttlætis. Þess vegna mun ég deyja. Og þess vegna verður þú að greftra mig, Jóhannes, en gröfin mun ekki halda mér. Ég mun rísa upp aftur, því að syndin á ekkert í mér. Gröfin verður að skila mér. Og þá hef ég fullnægt öllu réttlæti og aflað mér heimild til fyrirgefningar syndana sem engin annar hefur aflað sér nokkur tíman innan nokkurs trúarbragðs. Og Jóhannes lætur það þá eftir honum að skýra hann. Og þetta árið 27 og Jesús 30, þannig að við sjáum að tímatalið það byrjaði ekki nákvæmlega á réttum stað, en það breytir engu. Það ekkert sem truflast þannig að séð við það. En áður en að Jesú hóf sín störf, þá byrjaði Jóhannes að boða það að Kristur væri á leiðinni, cirka 6 mánuðum áður en að Jesús steig fram til þess að boða fagnaðarerindið. Og hann spádómur hjá Jesaja og allir Guðspjallamennirnir, þeir fjalla þennan spádóm sem að rættist þegar hann kom. Þá það Jesús kemur til Nasaret og hann gengur inn í samkunduhúsið á hvíldegi og eiginlega beðinn að lesa eitthvað. Það var venjan að ef einhver gestkomandi var, að þá var hann oft beðinn að lesa eitthvað frá ritningunni. Og Jesús, hann gerir það og flettir upp í Jesaja 61 og segir, andi drottins yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap og boða bandingjum lausn og blindum sýn og láta þjáða lausa. Hér á Kristur ekki fyrst og fremst við líkamlega galla sem að hann læknaði, en hann kominn til þeirra sem að finnast ekki svona mikið sig sjálfa, til þess að fyrirgefa þeim. Og hann kominn til þess að losa okkur mennina undan ánauð syndarinnar og til þess að gefa okkur hjarta sem að finnur til með öðrum og kærleiksríkt og þakklátt og allt þetta góða sem að hægt að tína til. Og svo lýkur hann bókina aftur og svo segir hann þessi djörfu orð hérna. Hann tók þá að tala til þeirra og segir, í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrn ykkar. Og það sem að Jesús að segja við bæjarbúa í Nasaret
ég er Messías. Og þeir urðu brjálaðir. Þeir tók hann og fóru með hann út og ætlaði að henda honum fyrir björg og drepa hann. En Guð greip í taumana og kom í veg fyrir það vegna þess að tími Jesú var enn ekki kominn. En hugsið ykkur að þarna birtist afstaða eiginlega þjóðarinnar til Jesú sem Messíasar. Og það er dálítið sorglegt til þess að hugsa að þessi persóna sem er komin til þess að frelsa mannin úr ánauð hans skuli fá svona móttökur. Og eftir sem sagt 62 sjöundirnar þá myndi Messías verða tekinn af lífi. Og það myndi leiða til þess, þetta er texti úr Daniel 9, dauði Jesú, hann myndi stöðva til fulls uppreisn lögleysisins og því miður innsigla vana syndina hjá mönnunum. Hann myndi friðþægja fyrir misgjörði mannanna, hann myndi innleiða eilíft réttlæti, hann myndi staðfesta vitranir og spádóma spámannanna og hann myndi vígja hið allra helgasta á himnum. Og ég hef alveg sérstakt dálæti á þessari mynd sem að Salvador Dali hefur málað. Þó ég skilji nú ekki allt sem hann málar, að þá tel ég mig svona geta skilið þessa mynd. Hér hefur hann staðsett Krist á krossinum. Og með dauða sínum hefur Jesús sigrað hið illa. Og sjáðu þennan frið sem að Dali hefur skapað hérna við fætur krossins. Kyrrðina sem er á vatninu og himninum. Og þetta er akkurat það sem Jesús kom til að gera. Að skapa frið, hið innra með okkur og milli okkar og milli Guðs og okkar. Og þetta er nákvæmlega sagt hér fyrir í þessum spádómi. Og hér er einn annar spádómur frá Sakaría að Jesús muni koma á ösnufola inn í Jerúsalem á pálmasunnudegi. Og hann gerði það. Og ástæðan fyrir því að Jesús kemur á ösnufola er einfaldlega vegna þess að hann kom sem friðarhöfðingi. Hann kom ekki sem hermaður ríðandi á hesti. Hann kom á burðardýri, hógvær og lítillátur til þess að þjóna þannig að maðurinn fengi fyrirgefningu misgjörða sinna. Og Jesús segir hér í Jóhannesarguðspjalli vissi að stund hans var komin. Af hverju vissi Jesús að stund hans var komin? Vegna þess að hann þekkti spádómana. Og eftir dauða sinn þá kynnti hann þessa spádóma enn frekar fyrir lærisveinum sínum og sýndi þeim fram á allt sem gerst hafði, það hafði verið fyrirfram skrifað. Og hér stendur að kvöldmáltíð stóð yfir. Og þetta er auðvitað málverkið eftir hann Leonardo. Og það sem er svolítið merkilegt við það að ekki bara er þetta árið 31 eins og spádómurinn hafði spáð fyrir heldur er páskaháttíðin, hún byrjar á föstudegi. Og það er svolítið merkilegt vegna þess að það er tunglið sem ákveður hvenær páskar skulu byrja. Og við þekkjum tunglið það vel að við vitum að það kemur aldrei aftur á sama tíma. Hvernig gat Guð vita það að Kristur myndi deyja á föstudegi árið 31 nema af því að Guð þekkti gang tunglsins og gat þess vegna sagt að tungli myndi birtast, tunglröndin, þannig
að 14. dagur Nísan mánaðar var á föstudaginn langa. Þetta út af fyrir sig, að vita þetta fyrirfram, segir okkur að svona nokkuð getur bara Guð vitað um. Því að það með föstudaginn langa eins og með afmælisdaginn þinn, að í dag fellur þetta kannski á föstudegi vikunar, en næstu átt afmæli þá komin annar vikudagur. Og ennþá meiri ruglingur á þessu þegar kemur að tunglinu. En tunglið stýrði öllum helgisiða hátíðin gyðinga, meðal annars páskum og greftrunardegi, þegar Jesús hvíldist í gröfinni, og svo þegar hann reis upp á fyrsta degi vikunar. Og hér spádómur á ferðinu Júdas. Sá sem etið hefur af mat mínum lyftir hælsinn í móti mér, sem sagt mun svíkja mig. Og Jóhannes segir að þetta rættist, því að sá sat við borð Jesú sem neytti brauðs hans, en lyfti leið hæl sínum á móti Jesú. Og svo kemur Jesús með þessa skemmtilegu yfirlýsingu. Ég segi yður þetta nú, áður en það verður, þar að segja áður en að Júdas rýkur út og selur hann fyrir 30 silfurpeninga. Ég segi ykkur þetta núna, áður en þetta gerist, svo að þið trúið, þegar það orðið, að ég sá sem ég er. Og hér Kristur að koma með alveg stórkostlega yfirlýsingu, því að þó að tæki sem við notum hér í kvöld ráði ekki við grísku stafina, þá skiptir ekki máli, ég búin að skrifa á hérna. Jesus segir hérna, ég sá sem ég er. Og þá notar hann heitið ego eimi. Og þessi orð, þau þýdd með ég en það nafnið á Jesú Kristi, að hann sé Jehóva. Þannig að hér við páskamáltíðsborðið, sem verður að kvöldmáltíðaborðið okkar kristinamanna, þá segir Jesús við lærisveina sína, og þeir skilja ekki hvað hann að segja í raun og veru. En hann segir, ég strákar, ég Jehóva Gamla testamentisins. Ég sá Jehóva sem birtist Móse í runnanum sem logaði en brann ekki. Ég sá sem hefur leitt ykkur í gegnum alla tíðir. En Jóhannes skilur þetta og þess vegna skráði hann þetta. Ég kann dálítið vel við þessa mynd. Hún eftir Japana og hér Júdas í hálfgerðum felum að selja Jesús fyrir 30 silfurpeninga. Og þessu spáð hjá Sakaría, að Jesús myndi verða seldur fyrir 30 silfurpeninga. Og þegar að Matteus útleggur þessi orð, þá gerir hann það á mjög alvarlegan hátt. Því að þegar að Júdas sér að Jesús handtekinn, þá rýkur hann til prestana og skilar peningunum og þeir segja við hann, hvað kemur okkur þetta við? Þetta eitthvað sem þú vildir. En þeim fannst þetta svo skítið í peningar þeir ákvaða að kaupa akur sem hefur fengið nafnið blóðakur. Og þessi akur hjá Matteusi ekki bara einhver lítill akur þar sem átt að greftra útlendinga, heldur þetta blóðakurinn sem verður til af því að þjóðin hafnaði Kristi. Við munum kíkja á það aðeins seinna. Hér ágæt mynd af Júdasi og Jesús segir við hann, mér finnst hann segja við hann, vinur,
svíkur þú mannssoninn með kossi. Og þetta finnst mér einn fegursta mynd sem ég hef augum litið eftir danska málaran Carl Bloch. Það var enginn sem stóð með Jesú, lærisveinarnir sváfu og flestir þeirra flúðu og Jesús var einn eftir og tók við því sem koma myndi. Og Daniel segir okkur að það var enginn sem stóð með honum. Og hér spádómur frá Jesaja: ég bauð bak mitt þeim börðu mig, kinnar mínar þeim sem reittu mig, ég byrði eigi ásjóna mína fyrir háðungum og hrákum. Þannig að öll píslaganga Jesú, hún skráð í smáatriðum í Gamla testamentinu. Og hér það að hræsnarinn Pílatus segir: ég finn enga sök hjá honum. Og ritningin hún staðfesti það að það var enga sök að finna hjá Jesú. Hann var fullkomlega saklaus. En vegna hræðslu við gyðingana og embættismissis að þá þóknast hann gyðingunum og framselur hann til krossfestingar. Og hér segir að Jesús muni staðfesta sáttmálan við marga 1/7 og miðja 7 mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Og þetta gerðist árið 31. Hér sjáum við þetta. Hann skírður 37, hann líflátin 31 og hér sérðu þessa síðustu 7 sem segir að miðja þá 7 mun hann vera tekinn af lífi. Og það árið 31. Þannig að allir þessi spádómar hérna þeir gengu eftir upp á dag, má segja. Og ég veit ekki hvort þú vilt að ég útskýri fyrir þér að hverju 0 hérna. En þegar við förum frá einu árhundraði til annars, þá segjum við að nýtt árhundrað byrji eins og til dæmis síðast árið 2000. En sumir segja að það sé ekki rétt vegna þess að árið 2000 nokkurs konar endir á tug. Ef þú telur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, þá tilheyrir 10 sem sagt tugnum. Og þess vegna árið 2000 tilheyrir eiginlega fyrri öld og ný öld byrjar þá 2001. En þú mátt hugleiða þetta. Þess vegna 0 bætt við því að stjarnfræðingarnir gera það þegar þeir fara milli sem sagt fyrir og eftir Krist. Þá þarf það að bæta sem sagt, þú getur ekki bara talið aftur og bak 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Þú verður að klára 10 og hann kemur með 0. Ég vona á sért sammála þessu. Hér aftur þessi mynd eftir Dalí. Og hér spádómur í Sálmunum sem segir að öll bein mín eru gliðnu sundur og ég get talið þau. Gómurinn í munni mínum þurr sem brenndur leir og tungan loðir föst í munni mínum. Þessna bað hann vatnssopa og þeir gáfu honum edik sem hann vildi ekki. Hjarta mitt sem vax bránað sundur í brjósti mér og í duft dauðans verð ég lagður niður. Þetta skrifað 1000 árum áður en Jesús kemur. Og hér í þessum sama sálmi sagt að þeir skiptu með sér klæðum mínum og þeir kostuðu hlut kyrtil minn. Af hverju kostuðu þeir hlut kyrtil Jesú Krist? Af því hann var ofinn í eitt. Það var ekki hægt að skipta honum í sundur. Og 1000 árum áður okkur sagt að þannig munu hermennirnir fara með klæði Jesú Krist. Því að hermennirnir fengu að eiga klæði þeirra sem voru teknir af lífi. Og það sem að Jesús segir svo á krossinum
Ég hef leyft mér að koma hérna með svona örlitla túlkun. Jesus segir það er fullgert eða já. Og það sem að Jesus á við er það að öllu réttlæti er fullnægt. Og þegar hann er búinn að hrópa það að hann sé búinn að fullnægja öllu réttlæti auga fyrir auga og tönn fyrir tönn og svo framvegis, að þá er það hann segir Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Og hafandi sagt þessi orð þá deyr Jesus á krossinum. Og það mátti ekki samkvæmt spádómnum brjóta bein Jesú Krists og hann fær legstað með ríkum. Hann er lagður inn í helli auðugs manns. Og hér þegar páskamáltíðin er stofnuð í 2. Mósebók 12, þá var gyðingunum uppálagt að það mætti ekki brjóta eitt einasta bein í páskalambinu. Og það var ekki gert við Jesú, en ræningjarnir sem voru sikkur megin við hann, fætur þeirra voru brotnir og þeim var svo hent á öskuhaugana. Þvílíkar aftökur. Og svo segir hérna Krist einn spádómurinn að þú heimtir sál mína úr gröfinni og lést mig halda lífi. Og svo segir hérna því að þú ofurselur gröfinni eigi líf mitt, leyfir eigi að þinn trúfasti verði fyrir rotnun. Og þegar að Jesus rís upp á fyrsta degi, þá rættust þessi orð. Hann var ekki eftir skilni í gröfinni og hann var það stutt í gröfinni að engin rotnun hafði átt sér stað á honum yfir höfuð. Og hér er spádómur frá Hósea að eftir 2 daga reisir þú oss upp á 3. degi til þess að við lifum fyrir augliti hans. Þannig að smáatriðin eru alveg ótrúleg varðandi Jesú Krist. Mér finnst svolítið gaman að vita til þess að það sem að Jesus gerir eftir upprisuna er að heiðra Maríu Magdalenu með því að vera svo fyrsta sem að hann tala við. Og hér er spádómur sem er ótrúlega athyglisverður. Hví geisa heiðingjarnir og hví hyggja þjóðirnar á fánýt ráð. Konungar jarðarinnar ganga fram og höfðingjar bera ráð sín saman gegn Jehóva og hans Messía. Og þessir heiðingjar hérna og konungar, þetta er Heródes og Pílatus og Annas og Kaífas. Og það sem ég finnst svo stórkostlegt við þennan sálm hérna er að Guð segir, vér skulum brjóta sundur fjötra þeirra. Það er að segja fjötra grafarinnar sem að Jesus var lagður í og stór steinn var settur fyrir munnan og hermenn til þess að gæta þess að Jesus kæmist nú ekki út aftur. En Guð segir, vér skulum brjóta sundur fjötra þeirra og við skulum varpa á oss viðjum þeirra. Og hann sem situr á himni hlær, Drottinn gjörir gys að manninum, sem heldur að hann geti lokað son Guðs inni í gröf með því að velta steini fyrir og setja hermenn til þess að gæta grafarinnar. Og ég hef svolítið gaman að því að orðið að hlæja skuli vera notað. Því að þessi völusteinn í augum Guðs skiptir nákvæmlega engu máli. Og hér er enn spádómurinn að þeir myndu leggja hann í gegn og þegar að Jesus kemur til lærisveinanna og Júdas efaðist að Jesus væri upprisinn, þá segir hann við Júdas, legðu hönd þína í sár mín, þetta er ég. Og svo bætir hann við, ég er engin andi, ég er með hold og ég er með bein og til þess að sanna það þá gefið mér fisk sem eru búin að steikja og ég ætla að fá mér að borða.
Og þá það að 490 árin renna sitt skeið. Stefán grýttur og ekki bara búið að hafna Kristi, heldur líka lærisveinum hans, og af því að þjóðin hafnaði bæði Kristi sjálfum og boðberum hans, að þá það Guð dregur sig í hlé. Og þá renna þessi 77 sitt skeið, eða 490 ár. Og svo kemur hörmulegu spádómur í 9. kaflanum, eftir við búin að lesa allt þetta fallega Jesú Krist, að borgin Jerúsalem og helgidómurinn í Jerúsalem mun eyða þjóð höfðingja nokkur sem koma á, það Rómverjarnir. Því það þeir sem að gera út af við bæði land og borg og musteri. Og 77 eða 490 ár ákveðin líð þínum. Og hér spádómur það að þessi orðið hérna príði notað helgidóminn. Þetta var príði Jerúsalem, príði þjóðarinnar, príði Guðs. Og Rómverjar sagðir munu koma, því að þeir þessi þjóð, þetta hott hérna sem lýst sem munu koma og sem sagt eyða borgina og þjóðina. Og það Pompei sem kemur fyrstur 63, og sá sem gengur frá bæði þjóð og borg Hadrianus, en á undan honum það Vespasianus og Titus sem gera árásirnar. En taktu eftir einu núna, ég alveg að vera búinn, að það ekki Guð sem að sendi Rómverjana til þess að taka borgina herskildi, eyða musturinu og gera þjóðina engu. Það ekki Guð sem gerir það. Það sem gerist að þeir búin að hafna Kristi, hafna boðberum Jesú Krist og hafna Guði og segja við höfum engan annan keisara en keisarinn í Róm. Og takt eftir því að það gyðingarnir sem gera uppreisn, sem gerir það verkum að Vespasianus kemur og seinna Titus til þess að gera að engu uppreist gyðinga. En Jesús var búinn að segja við fylgjendur sína, þegar þið sjáið her Rómverja umkringja borgina, þá skulið þið flýja. Og þegar Rómverjarnir koma árið 66, þá flúða allir kristnir. Og þegar Titus kemur árið 70 og gerir þetta að engu, að þá líður borgin undir lok. Og þetta gerist árið 70. Hér sjáum við rómverska hermenn vera að taka gull gullstikuna, ræna henni, og þeir sem byggðu Kolosseum, það voru fangarnir sem að þeir tóku með sér. Síðan kemur uppreist 115-17 og svo kemur síðasta uppreistin 132-35. Þar með leið þjóðin undir lok. Borgin var í rúst, musterið brennt niður og allt bara einn haugur. Þannig að stundaglas Guðs, það alveg rosalega nákvæmt. Og Guð hefur skráð þetta í bók sinni til þess að við getum treyst því sem hann segir. Þetta síðasta myndin sem ég ætla að nota í kvöld. Þegar Kristus situr á Olíufjallinu skömmu fyrir dauða sinn, þá horfir hann fram á veginn og hann þekkir spádómana eyðingu Jerúsalem og eyðingu þjóðarinnar og herleiðingu þjóðarinnar. Og við fáum að vita hvaða tilfinningar fara Jesú þegar hann horfir fram á veginn og sér allar þessar hörmungar. Hann fer að gráta.
og hann segir, ef þið hefðu tekið við mér, þá hefði ég getað komið í veg fyrir þetta allt saman. En af því að þið hentu mér út og vildu hvorki mig, né föður minn, né boðbera mína, þá varð ég að láta ykkur uppskera það sem þið hefðu sáð. Þið sáðuð uppreisnum, 3 uppreisnum. Rómverjinn kom og gerði út af við ykkur. En vinir, þeir sem trúðu orðum Krists, þeir flúðu borgina í tæka tíð, komu sér austur fyrir Jórdan og ekki einn kristinn maður vegna þess að hann treysti orði Jesú lét lífið. Ég veit ekki hvað klukkan en þessu lokið í kvöld og ég þakka ykkur fyrir komuna og þið eru auðvitað hjartanlega velkomin næsta þriðjudag ef þið megið að því. Já, ef það eru spurningar þá gjörið þið svo vel. Alveg. Já, ef það eru einhverjar spurningar þá skal ég reyna að svara þeim. En ég segi svona við ykkur eins og krakkana í skólanum, ég er búin að vera kennari mestan hluta ævinnar, að ég skal alveg játa þegar ég get ekki svarað, í staðan fyrir að reyna að búa til einhverja vitleysu. Þannig að ykkur er velkomið að koma með spurningar ef þið viljið. En það er hérna hressing aftast í salnum ef þið megið vera að og það er öllum opið. Í næstu viku þá mun hann fjalla efnið hver var Jesú Kristur. Og ég held að það verði jafn áhugavert og ég hvet ykkur til þess að mæta sem flest aftur þá. Og eins og hann nefndi að þá eru hjartanlega velkomin að staldra aðeins við og fá okkur smá hressingu hérna í lokin. Mér langar til að nefna aftur að það hefur verið boðið upp á að skrá e-mailadressur hérna frammi og það eru fyrst og fremst til þess að geta sendt ykkur upplýsingar ef eitthvað skildi breytast í námskeiðinu og eins ef það eitthvað efni sem við gefum út í tengslum við þetta. Og þegar við kannski fengið þau ykkar sem hafa skráð ykkur upplýsingar upptökurnar sem liggja á netinu. Þannig að þetta er til þess. Og ef þið viljið síðan skrá ykkur af þessum lista, þá er ekkert mál að senda e-mail tilbaka og óska eftir því. Þannig að gjörið svo vel. Takk fyrir í kvöld.